Búrfellslundur á Þjórsársvæðinu, stærsta vinnslusvæði Landsvirkjunar. Rannsóknir á vindafari og farleiðum fugla á svæðinu sýna að staðsetningin ákjósanleg til vindorkuframleiðslu. Þar rekur Landsvirkjun 2 vindmyllur í rannsóknarskyni en reiknað með allt að 30 vindmyllum á svæðinu með samanlagt afl upp á 120 megavött. Vindorka nýr og spennandi orkukostur hér á Íslandi. Áhrifin eru mjög lítil hvað varðar náttúrufar og lífríki, en ásýnd kannski sá þáttur sem við höfum mest horft til og höfum einmitt einblítt á að lágmarka í okkar undirbúningi. Búrfellslundur endurhannaður í samræmi við athugasemdir og ábendingar sem bárust í umhverfismati. Valið var nýtt svæði fyrir lundinn og umfang hans minnkað úr 33 ferkílómetrum í allt að 18 ferkílómetra til þess að draga úr áhrifum á landslag og ásýn Þjórsárssvæðisins. Við höfum lært mikið af því að endurhanna Búrfellslundinn. Í nýju tillögunni höfum við fækkað vindmyllunum úr 67 niður í alltaf 30. Hann núna staðsettur rétt sunnan við Sultartangastíflu, þannig að við höfum flutt hann til aðeins norðar. Og við endurhönnunina þá höfum við sérstaklega tekið tillit til svona áningarstaða þar sem sjónrænna áhrifa gætti. Sem sagt, hannaðan þannig og líka raða vindmyllunum upp á þann hátt að það sé sem minnstur sýnileiki bæði frá ferðaleiðum og einnig nálægum ferðamannasvæðum. Háspennulínur, vegir og önnur mannvirki eru þegar til staðar, sem minnkar umfang framkvæmda sem því nemur. Samspil vindorku og vatnsorku einnig mjög heppilegt hvað varðar árstíðasveiflur, en það blæs einmitt mest á veturna þegar að minnst í ánum og á móti kemur að þegar að mesta snjóbráðin á sumrin einnig minnsti vindstyrkurinn. Á sama tíma hafa einnig orðið talsverðar tækniframfarir í gerð vindmylla. Það þýðir að við getum beislað meira afl en haft minni áhrif. Búrfellslundur hugsaður til 25 til 30 ára og að þeim tíma liðnum að þá hægt að taka ákvörðun framhaldið. Og ein ákvörðun getur verið svo að taka vindmylluna niður og þá umhverfisáhrifin að mestu afturkræf.